Og hér er smá örlestur fyrir ljónið. Það er tími ljónsins núna. Hér er samband sem að er uppfullt af leyndamálum. Ef til vill er þetta samband sem að hefur farið leynt, sem enginn veit eða að þetta eru aðilar einn eða báðir sem hafa haldið tilfinningum sínum leyndum. En það stendur nú til breyting á því að hér er sambandið sem sagt að opnast, eða tilfinningarnar að opnast. Það er verið að tala saman, það er verið að plana hitting og það er eftir vill svolítið kjaftagangur líka í gangi hjá öðrum í kringum þetta par. Allavega leyndamáli verður afhjúpað og það er mikill styrkur og stöðuleiki á milli þessara einstaklinga. Þetta geta verið einstaklingar sem eru stabílir og þess virði að kynnast betur. Og mér sýnist eitthvað ná að skjóta rótum hérna á næstunni, þó það þurfi ekki endilega að vera eitthvað stórt eða til frambúðar. En hér er einhvers konar skemmtun eða útivist sem að þessir einstaklingar eiga eftir að kannski að hittast á, því að hér er verið að tala hitting eða samskipti og í kjölfari myndast einhvers konar fyrirstaða. Það getur verið að eitthvað opinberast á þessum hittingi sem að verður erfitt eða þetta getur verið einstaklingar sem eru að koma sitt úr hvori áttinni, mætast á miðri leið en þurfa síðan að fara aftur til síns heima. Og kannski eru einhverjir eiginleikar hérna sem að opinberast í þessari afhjúpun sem að kemur hérna sem að hinum aðilanum líst ekki á. Tunglið, það eru óstöðuleiki hérna framundan. Útkoman á þessum hittingi myndi ég segja verði bara það að báðir aðilar þurfa að hugsa málin betur. Hér er ekkert garanterað og orka tunglsins er þannig að hún bæði vex og minnkar eftir bæði eftir tímabili dagsins og hvenær ársins og þetta er svona orka eða tilfinningar sem eru óstabílar. Ég myndi segja að það sé ekkert í hendi með þetta. Hér þarf bara að gefa þessu tíma. Aðilar þurfa kannski að kynnast betur eða ræða málin betur. Gefa sér tíma sitt í hvoru lagi og hittast síðan ef til vill aftur og taka upp þráðinn og sjá þá kannski hvort eitthvað hafi breyst. Kæra ljón, þannig var nú það. Takk fyrir þetta, ljós og kærleikur.